Góða kvöldi öll sömul. Verið hjartalega velkomin. Good evening, everybody, and welcome. Og mér langar bara til að segja það ef einhverjum vantar biblíur þá það hérna aftast. If anyone needs a Bible, there are some Bibles over there by the door, Bæði íslensku, ensku og meira að segja jafnvel á spænsku. both in Icelandic, English, and Spanish, to be borrowed. Og hérna við ætlum ekki að hafa svona uppnæðarspurningar eins og við höfum haft undanfarin kvöld í kvöld. We're not going to have the quiz as we have had many times before. En ræðumarinn okkar, hann John Harry Kabunga, taugavísindamaður og útbreiðslu predikari. Our preacher is a neuroscience and also an evangelistic speaker. Og ég ætla ekkert að verja mörgum orðum í að kynna hann, en þið þekkja hann ágætlega. You probably know him very well, so I will not introduce him more. En áður en að við byrjum stundina þá skulum við lúta höfði í bæn. Before we start, we shall bow our heads in prayer. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir. Dear Heavenly Father, thank you for all your blessings. Við biðjum þig að þú megi vera hér með okkur í dag, I ask you that you may be with us here today, að þú megir útdeila þínum heila anda yfir okkur. that you may give us your Holy Spirit. Við biðjum þig fyrir öllum þeim sem eru hér í dag, May you be with all of us here today, þeim sem kunna vera á leiðinni, and those that may be on their way, þeim sem komist ekki eða þeim sem eru að fylgjast með okkur á netinu. those that couldn't come, and those that are watching on the internet. Við þig að blessa okkur öll. I ask you to bless us all, Við byggjum að blessa sérstaklega John Harry þegar hann tala til okkar. and especially the speaker, John Harry. Við byggjum þess í Jesú nafni. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Þá ætlum við að syngja þema sálmin okkar. Let's sing our theme hymn, Gefðu gætur að Jesú. Þá ætlum ég að gefa ræðumannum honum John Harry orðið. so please come here forward, John Harry Kabungal. Good evening and welcome everyone. Gott kvöld og velkomin öll sömul. Welcome back. Velkomin We had a tilbaka. night off and now that we're here, I hope that we'll continue to attend each evening. And as I already said previously, please encourage your friends, bring a friend, a neighbor, a family, and if you don't have any of those, then you surely have an enemy. Bring your enemy too, because they need to hear what's happening here every single night. Já, það var gaman að sjá okkur aftur hér. Þið fenguð eitt kvöld frí og endilega verið duglega að bjóða vinum og fjölskyldu, en ef þið eigið ekki vinum og fjölskyldu, bjóða þá bara óvinum ykkar. Þið hljótið að eiga eitt svoleiðis. All right, our topic this evening is Addiction War and the Real Star War. Titill dagsins í dag
Addiction war and the real star war. Já, það er stríð gegn fíkn og hefði raunverulega stjörnustríð. Before we dive into our topic tonight, let us bow our head again for a word of prayer. Skulum biðja áður en við hefjum þessa stund. Mighty God and everlasting Father, Drottinn vor á himnum, what a blessing it is to come before you again. hvílík blessun það er að koma fram fyrir þig. And we thank you and praise you. You have brought everyone here safely. Og ég þakka þér fyrir að hafa leitt fólkið hing sem er hér í dag. Father, we have come to hear not the word of a man, but your words. Við erum komin hér til að heyra þín orð. Speak to us. Talaðu til okkar. Pray that you alone will be heard. Gefðu það að við megum You alone will be seen. aðeins heyra þína rödd. And we will disappear so Christ can appear. Megi Kristur vera ofar okkur. As you pour out your spirit. Þegar þú úttillir þínum heilaga anda. In Jesus' name we pray. Í nafni Jesú Amen. Krist við biðjum. Amen. Amen. So we're just going to start with a couple of definitions. Nú ætlum við aðeins að fara við staðreyndir. So here it is. What is addiction? Já, hvað er fíkn? As it says there, addiction is a treatable chronic medical disease. Og fíkn er sjúkdómur sem hægt er að eiga við. And it involves complex interaction. Og það er ýmislegt sem kemur þar að. Brain circuit, genetics, and environment. Tengingar í heilanum og gen og líka umhverfið. And last but not least, one's life's experiences. Og síðast en ekki síst, eitthvað sem að við upplifum í lífinu. So people with addiction use substances or engage in behaviors Fólk sem er með fíkn notar annarkvort efni eða hagar sér á vissan hátt that become compulsive sem verður svo svona áráttu and they become out of control, og næri ekki að stjórna. causing harmful consequences. Og það veldur skaða. So here are some of the addiction icons that is out there. Hérna sjáum við ýmist tákn sem að sýna fíkn sem So- núna í gangi. You find all the classical substances, Hérna sjáum við öll þessi venjulegu efni medications, og lyf antidepressants, og lyf sem eru þunglyndislyf. but there are also things like phone addiction, porn addiction, En það er líka til eitthvað sem heitir símafíkn og kynlíf eða svona klámfíkn, internet addiction, netfíkn and sugar and caffeine addiction. og sykur og kaffifíkn. Things that we encounter in our daily life. Þetta getur við séð bara í hinnu daglega lífi. So moving forward, look what this says. Hvað gerir þetta? The family history of addiction can increase a person's predisposition to any type of addiction. Þannig að ef fjölskyldan er eiga við fíkn þá getur það valdið hærri líkum að barnið verði með fíkn. And the presence of one addiction increases the likelihood of other addictions developing. Og að hafa eina fíkn það getur valdið að fólk þrói með sér fleiri tegundum af fíkn. I want you to pay attention to that one because we're going to go deeper later on that. Og takk eftir því að ég ætla aðeins að fara dýpra hvað það varðar. So it's therefore important to understand one's history Það er mjög mikilvægt að skilja sögu fólks and to do what we are able to do to remove ourselves from that environmental stimuli. og gera það sem að maður getur til þess að losna undan þessum umhverfis áhrifum. So now, when you are genetically predisposed to addiction, Þannig að ef að þú ert með þessi gen í þér sem að hjálpa til að þú fáið með fíkn, one has to find and develop mechanism þá þarf maður að finna upp einhvers konar aðferð, how to avoid it hvernig maður á að komast hjá þessu and have an effective treatment og fara í áhrifamikla meðferð that can help sem getur hjálpa. not only prevent but manage. Ekki bara koma í veg fyrir heldur að maður geti höndlað þetta. So what science has shown is that in Mount Sinai in New York, Já, at the University in New York, vísindin hafa sýnt í Mount Sinai háskólanum í New York. Dr. Hannah Cates and her group Þá Dr. Hannah Cates og hópurinn hennar identified a gene that is related to addicted-related behavior. hafa fundið gen sem að tengist einmitt fíknhegðun. And it's interesting I say this gene. Why?
Athyglisvert að ég skuli segja gen. Af Because hverju? this gene was shown not specific to one substance, but all other substance and behaviors. Af því að þetta gen tengdist ekki bara einu efni sem fólk ánetjast, heldur öllum hinum efnunum og hegðuninni sem að fíkn. Not restricted to a substance or one country, Ekki fast við eina tegund af fíkn eða eitt land, but different countries have been looked into. Finnst í mörgum löndum. And I want you just to pay attention to this writing from the Science of Times in June 22, 1891. Þetta var skrifað í tímariti sem hét Sign of the Times, skrifað 1891. Notice what it says here. Sjáu hvað stendur þarna. On every side, Satan seeks to entice the youth into the path of perdition. Bara frá öllum hliðum reynir Satan að leiða unga fólkið yfir á glötunarstig. If he can get their feet set in one way, Ef hann nær að koma þeim á þennan veg, he hurries them down já, þá verður on their downward course, leading them from one dissipation to another. og hann drífur þau niður þennan veg og frá einu stað til annars. Until his victim lose their tenderness of conscience Þar til að hans fórnarlömb hægt að hafa þessa tilfinningu fyrir því sem að rétt and have no more the fear of God before their og eyes. hafa ekki lengur guðhræðsluna fyrir augunum. They exercise less and less restraint. Og þeir hætta að þjálfa með sér sjálfsafnitun. They become addicted to the use of wine and alcohol, tobacco and opium, Þeir verða háðir víni og áfengi, tóbaki og ópíum and go from one stage of debasement to another. og fara og falla neðar og neðar. Remember what we looked at in the earlier definition of addiction. Munið þið hvað við vorum að tala hann í byrjun varðandi fíkn? If you remember, it says a presence of one Að þegar það ein fíkn, increases addiction to others. veldur því að það auðveldara að maður fá þá fleiri fíknir inn í lífið. And in 1891, Og 1891, it's already says here that from one dissipation to another, að þar stendur bara frá einni lágkúru yfir á aðra. naming also the substance like wine, alcohol, tobacco, and opium. Þar nefnt vín, áfengi, tóbak og ópíum. In the 1891, these are used for not only, it's used for medicinal purpose. Og þetta var notað, allt þetta, vínið, áfengið, tóbakið og ópíum var notað sem lyf af læknum. But the warning was already given then. En þá var þessi sem ritað þetta að vara við þessu. All right, let's move further. Nú Dive into the concept of addiction. Skulum halda áfram. So this is what we call the brain reward region. Þarna svæðið þar sem að heilin fær. Okay, and this brain reward circuitry is activated. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta I don't know how to say brain Activated, reward. this I don't region. know how to say brain reward regions. What is that? It involves all these brain regions Já, já, that is highlighted here. Þess að allur heilin. And it's specific for brain, the reward. Og þarna þetta það stegur verið að gefa heilanum einhver verðlun. You can say pleasure. Já, já. Bara Okay. nöytt, já. So it is activated naturally to food, sex, social, and interactions. Does it say, what Yes. you were saying, does it say there? It's naturally activated in Yeah. response to Yeah. food, sex, social interactions, and Já, other þannig að things. heilin fær alveg svona eðlilega nöytt út úr mat, kynlífi og því að vera í samskipti með fólk. So in response to this, En svar við þessu, the VTA, which is the ventral tegmental area, dopamine rich, þá þarna innst í heilanum þar sem að dopamínið framleitt. is activated Það byrjar það að vinna and therefore distribute in the prefrontal cortex, in the nucleus accumbens, in the amygdala and hippocampus. og hann deilir út þessu dopamíni framheilan og yfir í litla heila og alla þessa staði í heilanum. And this pleasure Og þá kemur þessi sensation
is developed. sem vellíðunar tilfinning kemur fram. And it is a natural response. I mean, we find pleasure on things. Og já, þannig þessi nautn og það alveg eðlilegt. God has created us to enjoy these things. Guð hefur skapað okkur þannig að við eigum að njóta þessa. Now, the same thing that God has designed, Og það sama sem Guð hefur skapað, the enemy can use for something að else. þá vill óvinnurinn nota þetta fyrir eitthvað annað. So, in addicted patients, Þannig að hjá fólki sem þjást af fíkn, it has been demonstrated that there is hypofrontality. að það hefur verið sýnt fram á að það of mikil virkni í framheilanum. What is hypofrontality? The term itself suggests that there is decreased or impaired function Já, það sem sagt minnkuð starfsemi í framheilakvelinu. of the prefrontal cortex. Já. So the question now is, what is the function of the prefrontal En cortex? hvað það sem framheilakvelið gerir? Well, it's right here. It says planning, attention, judgment, Það til dæmis með áform, það hefur athyglinna, það hefur dómgreindina, reflecting, prioritizing. það velta fyrir sér hlutunum og setja í fyrsta sæti. You can see second thoughts, modulating mood, Það þarf líka svona eftirhugsanir og það að stjórna skapinu hjá goal-directed behaviors, foresee consequences. Og þarna fólk að nota framheilakvelið til þess að mynda svona framtíðarplön og sjá fyrir hvað sem getur gerst í framtíðinni. My apologies. This is the function of the prefrontal cortex. Þetta það sem að framheilakvelið In gerir. addicted patients, En hjá fólki sem með fíkn, scientists þá hafa vísindamenn sýnt fram á have shown that this is decreased in its function. að þá þetta allt minnkað í framheilakvelinu hjá fólki með fíkn. Again, I read to you what is written in 1870. Nú ætlum ég að lesa aftur úr texta sem var skrifaður 1870. Before the introduction of all the functional MRI and the imaging tools available to us today. Áður en allir þessi vísindalegu tæki og tól voru fundin upp. When a person is addicted to the habit of self-abuse, Þegar að einhver með fíkn af þeim sem af að fara illa með sjálfan sig, it is impossible to arouse their moral sensibilities, þá ekki hægt að ná upp svona siðferðislega hugsun. to appreciate eternal things or delight in spiritual exercises. Að kunna að meta mál eilíðarinnar eða þjálfa upp svona trúarlega hugsun. It underlines the very function of the prefrontal cortex. Og þarna rithöfundurinn að strika undir allt þetta sem að vera að tala þarna framheilakvelið. So now, let's go to just a couple of them because we are restricted to time. I'm just going to tackle a few of them Nú ætlum that ég bara að our tala, young people and we deal with today. ég ætlum bara að tala 2 eða 3 hluti varðandi fíkn í þetta skipti. Look what this is. This is gaming. Og þarna erum við að tala leikja fíkn. So in it's ICD-11. It's a typo error. My apologies. Já, þetta ætti að vera ICD-11. In October of 22nd, 2020, it was released by WHO. Alþjóða heilbrigðisstofnunin 22. október gáfu þeir þetta út. The timing was quite well Þetta var mjög við hæfi að gefa þetta út þarna. because this was observed during the pandemic, Því að þeir tóku eftir þessu þegar að COVID var í gangi. when most people were on their cell phones, on the computer, or anything else that has to do with the technology that we have today. Og þegar að allir voru annarkvort í símanum eða tölvunni eða fyrir framan eitthvað skjá. And basically what WHO has said is that gaming is addictive. Þannig að þá sagði heilbrigðisstofnunin, hún gaf út þá að það væri að það myndi valda fíkn að spila svona tölvuleiki. So this is a paper published by Wang in 2019. Þetta var gefið út af Wang 2019. And it shows the association between mobile games, gaming, and addiction, and depression, social anxiety, and loneliness. Og þarna verið að sýna fram á þegar að fólk háð þessum leikjum að þá getur það valdið bæði þunglindi, kvíða innan fólk og
based in their studies, einmæli líka. based in their studies, Og þetta er byggt á þeirra rannsóknum they have demonstrated that mobile game addiction að þeir hafa staðfest að það að vera að spila leiki, tölvuleiki, is highly associated and probable causative. It could lead to lead to what? depression, Já, það er sérst mjög mikla líkur að það geti valdið þessu þrennu. social anxiety, Þunglindi og kvíða innan fólk and loneliness og einmannaleika. in male Hjá karlmönnum. subjects. Hjá karlmönnum. That's interesting. Þetta er áhugaverð. That already tells you that male brain is not the same as a female brain. Það segir okkur að heilar í körlum er ekki eins og heilin í konum. Ever heard that term? Aye. Male are from Mars and we from Venus, or vice versa? Hafið einhvern heyrt karla frá Mars og konur frá Venus? So male are specifically affected. Þannig að karlheilan verður fyrir By meiri gaming. áhrifum með því að spila And svona. that's probably the reason why when you see people playing games, it's male dominated. Og kannski þess vegna sem við sjáum að það er yfirleitt karlmenn sem spila þessa leiki. Now, again, it doesn't mean that female don't have their vices. Það þýðir samt ekki að konur sé ekki með einhverja fík. Because when you look at online shopping, Þegar þið sjáu hverju er að versla á netinu, Amazon.com, á Amazon og fleirum, there is an increase þar er aukning online shoppers with female. að þar eru konur í aðalhlutverki. So male gaming, online shopping, and all these things are more female Þannig að associated. karlarnir eru með tölvuleikina og konur að kaupa. All right, what about this one? Hvað með þetta? This one is smartphone addiction statistics you can't ignore. Og hér er verið einhverja tölur yfir snjallsíma, notkun og fíkt því tengt. We are living in an age when the cell phone users are increasing. Og við búum á þeim tímum að fólk er að nota meira og meira símana sína. And you cannot ignore that. I mean, it's going to increase even more. Og það er ekkert að horfa fram hjá því. In some countries, the average cell phone user is 3 phones per person. Sumum löndum þá eru 3 símar á mann. And that's, imagine, a person has 3 cell phones. Getið ímyndað ykkur manneski með 3 síma á sér. But if you look at some of this En in teenage smartphone addiction, ef þið skoðið þetta hjá til dæmis fíkn hjá unglingum varandi símana, it says here that 72% check their phone messages and notification after waking up. í 72% tekka á öllum skilabóðum símanu sínum áður en þau fara á fætur. And it says here that 56% feel lonely, anxious, or upset without their phones. Og þá 56% sem að líður eins og þessu einmana og ómöguleg án símans. Here you have 54% who admits to spending too much time on their smartphones. 54% viðurkenna að þeir verja of löngu tíma í símanum. And you have here 47% of parents who believe their kids are addicted to their smartphones. Og 47% af foreldrum halda að börnin sín séu háð símanum. Interestingly, there are now genes that have been identified. Nú er búið að finna út gen, hvað þetta var það? Specific, it says here, phone addiction, Og þar stendur símafíkn behaviors og hegðun. with their cell phones. So, what about porn addiction? En hvað með klámfíkn? Well, it says here that are about 6% prevalence. 6%. What does prevalence mean? It simply means that about 6% of the populations have a tendency for Já, það er 6% af porn addiction. fólki sem hefur svona tilhneigingu til að vera með klámfíkn. So I want to show you this study in 2016. Ég ætla að sýna ykkur þessa rannsókn 2016. This was done with male subjects, Þetta var gert með karlmenn í huga and this was done with students. og þetta voru nefnendur sem tóku þátt í þessu. There have been shown erotic images, Þeim hafa verið sýndar erotíska myndir and they have been shown, and then they've been questioned og svo voru þeir spurðir if they are viewers of images or pornography watchers.
Og svo voru þau spurði hvort þau væri að horfa á klám. And so this questionnaire was done in a blind study, Og þessi, in a blind fashion, sorry. já, þessar spurningu voru gerðar í svona blindri rannsókn. There were just numbers Það voru bara númer correlating with the interview. sem að tengdust þessu viðtali. And then later on, Og svo setna, the examiners who put them on the imaging apparatus og svo voru settur rannsakandunir þá á það sem að voru einhverja myndir have no idea og hafði enga hugmynd of who they are hverju þau voru and their interviews. og varandi viðtalin. And they looked at the brain. Og þau litu bara á heilan. And they found activation within the ventral area And of the brain. Þarna urðu einhvers konar Ventral striatum. virkni þarna inn í þessum heila, ég veit ekki alveg, ventral striatum is just one place, right, in the brain. Yes, it's Já. right here, Já, þarna í þessu, specifically. þarna akkurat á þessu staði heilan. Now, after looking at that, Eftir að hafa litið á þetta, they then looked at those activations with the interviews. og svo báruðu saman þetta sem birtist þarna og saman við viðtalin And found that those highly activated ventral striatum areas in subjects found that subjects with increased Já, uppgötuðu activation. að þeir sem voru með þessa virkni þarna í heilanum have increased porn watching activity. voru sem sagt búnir að auka við sig að horfa á klám. And so in those few numbers where the image did not correlate the questionnaire, the questionnaires the answers to the questionnaire, Þannig að þegar þetta átti ekki við spurningarnar hjá þeim sem var að spyrja, the outliers, so to speak, from the data, þannig að sem sagt, það sem hafði komið út úr rannsókninni, they called again svo hringdu þeir aftur to ask them, til að spyrja það. we are just wondering, Við vorum bara að velta fyrir okkur. have you given us an accurate answer Hefur to þú the questionnaire? gefið okkur rétt svör við spurningunum? And some of them were wondering why. Og sumir veltu fyrir We sér have af given you hverju. an answer. Við erum búin að gefa þér And they svar. were told, well, the reason why is this. Your brain activation does not exactly correspond with the answer. So we just want to make sure that we get it right. Af því að virknin sem að kemur fram á myndinni á ekki við svörin sem að þið gáfuð okkur. And interestingly, later on, they recanted. Já, og athyglisvert að þeir játuðu á They sig, admitted játuðu that it þeir was not purely accurate. að þeir hafði ekki svarað rétt. Which tells us then Sem segir okkur, that we can lie, við getum logið, but the brain does not lie. en heilin lýgur ekki. Okay, so here, how is addiction formed? Hvernig myndast fíkn? So you have a negative emotion, Maður fær neikvæða tilfinningu yfir sig and in order to avoid this negative emotion, og til þess að komast hjá þessari neikvæðu tilfinningu, to avoid the pain that comes with this negative emotion, til þess að komast hjá þessum sársauka, we create for a craving for pleasure. þá þráum við einhverja nautn, eða, já, Now we use addictive substance or behavior. og þá notum við annarkvort einhver efni eða hegðun By doing that, we create neural pathway. og þegar við gerum það, þá erum við að búa til svona tauga leiðir inn í heilanum And this pathway is strengthened from its repeated use. og svo þessi vegur inn í heilanum styrktur og stækkaður þegar það verið að gera þetta aftur og aftur. The brain then goes into an instinctive survival mode dependent on that strengthening of the use. Og svo fer heilin í einhvern bara eins og viðbragðsstöðu So addicted is created. og þá myndast fíkn. And pleasure memory is created. Og þá myndast þessi nautn og minning nautnina. So whenever we have this negative emotion, Þannig að þegar þessi neikvæða tilfinning and kemur we við, all have one, sem við fáum alltaf, we go into this mode. þá förum við þennan hring. And repetition deepens impression. Og endurtekningin, hún styrkir þetta. So here it is. The next slide. Hér sjáum við það. So now the prefrontal cortex Þannig að framheilahvelið is the filter of the brain. sían fyrir heilan. You can call it like this. One is the brake
and one is the gas. Well, if you're a driver. Þannig að einn hluti heilans bremsan og hinn hluti heilans bensíngjöfin. The limbic system is the go for it. Og þannig að ég held að þetta sé litli heilin The þannig inni. prefrontal cortex, think about it. Það sem tilfinningarnar þá kemur bensíngjöfin og svo segir framheilakvelið, hugsaðu aðeins málið. Addiction leads to the hypofrontality. Og fíknin, hún minnkar virkni framheilakvelds. That's reduced, think about it. Þannig að þá minnkar þessi hugsun, hugsa þetta aðeins áður Where en þú gerir. addiction leads to go for it. Á meðan að fíknin segir, jú, drifðu bara í þetta. And we are living in a very volatile world. Og við búum í mjög svona Now, think hættulegum. about it for a while. Hugsaðu aðeins þetta. You have certain type of addiction, whatever that is, in your experience, Þeir eru kannski með einhverja fík and you want to give it up. og þeir vilja hætta. And you walk into a mall Og þeir farið inn í verslunarmiðstöð and you see this sign, og þeir sjáðu skilti, a store, búð, Nike, og það stendur Nike, just do it. gerðu þetta bara. Then you're in the same mall Og þú ert þarna inn í þessari and you verslunarmiðstöð hear music. og svo heyrir tónlist, Follow your heart. fylgdu hjartanu, Now are you with me? það Because násir. this is our experience. Þetta reynslan okkar. There's a stimuli around us that tells us, go for it. Don't even think about it. Og það svona áreiti kringum okkur sem segir bara drífið ykkur í þessu og ekki eins og hugsa þetta. And we live in a very sensual world. I mean, we have sensory systems. Við búum í þannig heimi og það stanslast verið að höfða til tilfinningarna okkar. And so you cannot easily blame somebody Þú who has vulnerable to that, Það ekki að kenna kannski fólki wants to give up, sem viðkvæmt fyrir and þessu everything in the environment og vil kannski hætta, works against them. en allt í umhverfinu vinnur gegn. It's interesting. It says it is impossible to fully arouse the moral sensibilities of those persons who are addicted to the habits of self-abuse to appreciate eternal things. Já, það stendur þarna að það alveg ómögulegt að ná fólki til þess að komast upp í siðferðislega hugsun hjá fólki sem með eitthvað skonar This fík. was written before 1900. Þetta var skrifað á 19. öld. The author also speaks of benumbed and immeasured paralyzed. Og þarna líka sagt að þeir verða bæði svona dofnir og að vissu leyti lamaðir Speaking of the brain nerves. þegar við erum að tala um So taugarnar. it's saying here that those that are addicted have a the nerves are benumbed and paralyzed. Þannig að taugarnar eru bæði orðnar dofnar og lamaðar. And so what I've done when I read that is I looked into the data. Og þannig að þegar ég las þetta þá fór ég að skoða rannsóknir sem hafa verið gerðar. And indeed, I find that in the nerve ending of those post-mortem tissues of addicted patients, Þannig að taugaendarnir hjá fólki sem í dag með fíkn, the fine nerve ending are indeed benumbed and paralyzed. að þá hafa taugaendarnir einmitt bæði orðnir dofnir og lamaðir. I don't know whether for you, I get excited when I see these things as a neuroscientist. Ég veit ekki með ykkur en ég spenntur þegar ég sem taugavísindamaður sér þetta. Especially when the author writes it before we even know it today. Sérstaklega þegar rithöfundur skrifaði þetta á 19. öld þegar enginn vissi þetta. So, okay, so now what can we do? En hvað getum við gert? There are many things we can do, of course. Það fullt af alls konar sem við getum gert. And one of the things that we need to do is create new neural pathways. Við þurfum að búa til dæmis til nýjar leiðir fyrir taugarnar. There are many other things that I wish that we have time for. Ég vildi að við hefðum meiri tíma til þess að tala fleiri leiðir. And we will underline some of those things in the next nights. En við munum leggja áherslu á það næstu kvöld. And tomorrow we're going to talk about a bit of that. Á morgun munum við tala aðeins þetta. Every night you will find some things that can be used to create new neural pathways, new habits. Og á hverju kvöldu munum við sjá hvernig hægt að búa til nýja taugabrautir og hvernig hægt að búa til nýjar betri venjur. That's something that you and I can arm ourselves with. Eitthvað sem við öll getum notað sem vopn. But for tonight, let's pay attention to this one. Og við skulum aðtóa þetta nánar núna. He who created the mind and ordained its laws provided for its development in accordance with them.
Sá sem skapaði hugan og bjó til þessi lög eða lögmál, hann kom líka með sá einmitt fyrir því að hann gæti líka þróast og þroskast. We should study the influence of the mind upon the body and the body upon the mind. Við ættum að rannsaka hvernig hugurinn hefur áhrif á líkamann og hvernig líkaminn hefur áhrif á hugan. And the laws by which they're governed. Og líka það lögmál sem að heilin og líkaminn lúta. So now this I published in 2013. Þetta gaf ég út 2013. And this study was born out of this statement that I read. Þessi rannsókn var gerð út frá þessari fyrirsögn þessari yfirlýsingu sem ég las. It says here, the heart of the youth are now like impressible wax. Hér stendur, hjarta ungmennanna eins og vax sem hægt að móta. It simply says, the mind of the youth is like, it's moldable. Very moldable. Hún segir að það þýðir að hugur ungs fólks, það auðvelt að móta hugan. And as we get old, og svo þegar þú eldist, it becomes harder. Að þá verður það erfiðara. And when I saw that, this was written in the late 1800s. Og þegar ég sá þetta var skrifað á 19. öld. I thought myself, this is nothing more than neuroplasticity. Og ég hugsaði að þetta ekkert nema bara þessi mótanleiki taugana í heilanum. So I became interested, what is the difference therefore with a young brain and an older brain? Og þá vildi ég hafa vita hver munurinn á ungum heila og gömlum heila. So this is the juvenile, this is the adult. Þetta hjá ungmennunum og þetta hjá fullorðnum. Same cells, same cell components, only difference, young and older. Sömu taugafrumur, bara munurinn þarna ungur og annar gamall. These red cells are surrounded by faint, what we call perineuronal nets. This is the green around it. Þessar heilafrumur ekki með mjög mikið af þessu græna í kring. It's fewer in young brain. Mjög færri svona grænt svona hilki yfir hjá ungum heilum. And it's abundant in older brain. En miklu meiri það hjá eldra fólki. Making younger brain more plastic and moldable. Það þýðir að unga fólki með heila sem auðveldara að móta. Compared to the older brain. Ef maður ber það saman við eldri heila. And it's fascinating. Þetta ótrúlegt. I get excited when I talk about these things as a neuroscientist. Ég svo spenntur þegar ég tala þessa hluti. Now, interestingly, já, það áhugavert. An older brain eldri heili can be kept in a younger state of brain. Það hægt að halda honum í eins og hann væri ungur. And it's interesting that lifestyle can do it. Og það áhugavert að lífstíll getur gert þetta. I'm going to talk this week about neurogenesis. Ég ætla að tala þetta varðandi neurogenesis. Exercise. Sem þjálfun. Can promote neurogenesis. Þjálfun getur verið svona bara. I'll talk about oxytocin. Já, oxytocin líka. Which is the love hormone. Sem ástarhormónin. Stimulated when you love and when you receive love. Og hann myndast þegar við elskum og fáum elsku. It modulates also this perineuronal nets. Hann hjálpar líka við að endurnýja þessar taugafrumur. But tonight, I'm going to talk about one thing. En í kvöld ætla ég að tala eitt atriði. How to create new positive neural pathways. Hvernig maður að búa til nýjar taugafrumu leiðir. It's called contextual learning. Það að læra í tengslum við, ég veit ekki, I don't know how to say. Contextual learning. What's that? Contextual learning, the Bible is written, já, Biblían for example, til dæmis. Many hundred years ago. Já. You need to understand when it was written. Maður þarf að vita hvenær hún skrifuð. Who it was written for. Fyrir hvern hún var skrifuð. It was relevant then. Hún var alveg við hæfi þá. But it's still relevant to us today. Og enn í dag hún við hæfi. These are contextual learning. Og þetta það sem við lærum sem Notice what it says here. Sem í tengslum. The truth of the Bible receive will uplift mind and soul. Já, sannindi Biblíunar sem við tökum við mun lyfta upp bæði huganum og sálinni.
In the Word of God, man finds subject for the deepest thought, the loftiest aspiration. Í orði Guðs finnur maður efni sem að hjálpar okkur að hugsa djúpt og þrá að komast eitthvað lengra á Herra. We learn how to improve wisely the present life and how to secure the future life. Og við lærum hvernig við eigum að gera þetta líf betra og hvernig við eigum að hafa framtíðarlíf. No other book can satisfy the questionings of the mind or the cravings of the heart. Engin bók getur uppfyllt þessar spurningar hugans eða löngun hjartans. The mind expands and becomes more evenly balanced with Scripture. Já, hugurinn hann einhvern veginn þenst út og verður í meira jafnvægi. No knowledge is so firm, so consistent and far-reaching. Og það er engin þekking svo svo ákveðin og svo samkvæmt sjálfu sér og sem fer eins langt. As that obtained from the study of the Word of God. Eins og þetta þegar við rannsökum orð Guðs. It is a foundation of all true knowledge. Þetta er undirstaða allrar sannrar menntunar. And tonight we're going to put your brain into contextual learning, I guarantee you, with the next topic. Nú ætla ég að láta heilan ykkar fara einmitt í slíka menntun. So now here it says, many thoughts make up the unwritten history of a single day, and these thoughts have much to do with the formation of character. Margar hugsanir búa til sögu sem ekki óskráða sögu eins dags og þessar hugsanir hafa mikið með það að lindisengunin Our mótuð. character is who we are. Þannig að lindisengunin það sem við erum. The Bible says, as a man thinketh, so is he. Biblían segir eins og maðurinn hugsar, svo hann. So now, character. Lindisengun. This is who we are. Þetta það sem við erum. But what makes up the character? En hvað það sem mótar lindisengunina? Many thoughts. Margar hugsanir. It begins with a thought. Þetta hefst með hugsun. Thought leads to action. Hugsunin leiðir til því sem að gera. Action repeated becomes our habits. Og þegar við endurtökum þetta, þá verður þetta að venju. Our habits that we live is our lifestyle. Og venjan lífstíllinn okkar. And leads to who we are. Og gerir það verkum hver við erum. This only come about. Og þetta á sér stað. And it began with a thought. Þetta sem hófst bara með einni hugsun. So any changes along the line. Alla breytingar sem áttu sér stað. Starts here. Byrjar hér í heilanum. That's why I'm saying we need to start with a thought. Og þess vegna segi ég við þurfum að byrja á What hugsun. do we think of? En hvað erum við að fara að hugsa? What do we line our minds with? Hvað notum við heilan okkar í? Is it too late for me? Þetta of seint fyrir mig? You know, I speak about these things. This is usually a 2-hour presentation. I'm shrinking it to 15 minutes. Og þetta tekur nú yfirleitt 2 tíma en ég að tala þetta en ég ætla að fara bara í þetta á 15 mínútum. This is also published by these authors. It says, as we grow older Þegar við verðum eldri and continue to repeat some negative thoughts, emotions and behaviors, og höldum áfram að endurtaka neikvæðar hugsanir, tilfinningar eða hegðun, the neural networks that support them become stronger and harder to change. Að þá gerir þetta taugakerfisnet gerir þessa tilfinningar og þessa hegðun sterkari og erfiðar að breyta. So now look at this one. The brain's ability to change in response to experience decreases as we age. Þannig að geta heilans til þess að breytast minnkar með aldrinum. And the amount of effort needed for such a change increases. Og það eykst til muna það sem að þurfum að hafa fyrir því að geta breyst, það eykst líka með aldrinum. So what does this communicate to us? Hvað þetta að segja okkur? It communicates to us that if there is anything that we would like to be changed Þannig að ef það eitthvað or a decision we need to take, sem við viljum breyta eða taka eitthvað nýja ákvörðun, don't leave it up for tomorrow. ekki gera það á morgun, ekki bíða eftir á morgundegin. Decide right here, right now. Takið ákvörðun núna í dag. Because tomorrow Af því á morgun will be more difficult than today. þá verður það erfiðara en í dag. Are you understanding me? Skiljið þið hvað ég á við? And that's why the Bible says, if you hear the voice of God this day, harden not your heart. Og þess vegna segir Biblían, ef þið heyrir rödd Guðs í dag, herðið ekki hjarta í þar. You see, when I look at the Bible and I look at neuroscience,
I find it in complete harmony. Þannig að þegar ég lít á Biblíuna og ég sé taugavísindin, þá eru þau alveg á sama plani. The Word of God is powerful. Ár Guðs máttugt. And it's a guiding principle in my scientific career when I was a neuroscientist. Og þetta var að leiðbeina mér þegar ég var að gera mínar rannsóknir sem vísindamaður. So don't be deceived Ekki láta blekkja ykkur by what people says. af því sem fólk That segir. science and the Bible are in conflict. Vísindin og Biblían ekki á móti hver annari. It is not in conflict. Það berjast ekki It gegn is hver in öðru. harmony Það styðja hvort annað. because science Vegna þess að vísindin obeys the law fylgir lögmáli and the brain operates with the law. og heilin The líka body operates with the law. og líkaminn líka. It's purposed. Það alltaf eitthvað tilgangur. So now our topic is addiction war and the real star war. Og þarna baráttan við fíknina og hefur raunverulega stjörnustríð. Addiction is just one of the many wars we deal with. Þannig að fíknin bara eitt af þessu mörgu sem við þurfum að berjast við. There is a real war behind all wars. Það raunverulegt stríð á bak við hvert stríð. But the question is, what is this war about? En hvað snýst þetta stríð? Beloved, this is not a George Lucas movie. Kæru vinir, þetta ekki George Lucas bíómynd. There's a real tangible battle transpiring between the forces of good and the forces of evil. Það sönn barátta í gangi milli góðs og ills. Between the forces of light and the forces of darkness. Á milli illra afla og góðra afla. And the war I'm going to be presenting to you is very real. Og þetta stríð sem ég ætla að kynna fyrir ykkur alveg raunverulegt. Just in case you are not mindful of it. Bara ef þið skildu ekki vita það. And it's more than a battle for earthly power or political power. Og þetta miklu sterkara heldur en að vilja eignast eitthvað hér á jörðinni. It's more than a battle for affection. Eða fyrir þegar einhverjum vinsaldum eða væntum þykju. This battle is invisible in nature. Og þessi barátta ósýnileg að eðli sínu. But visible in its effects. En sýnileg í áhrifunum. It's more than an earthly conflict. Þetta miklu meira heldur en jarnesk barátta. All wars are ugly. Öll stríð ljót. The loss of life resources from war is inestimable. Og þetta hræðilegt hvað margir láta lífið í stríðinu og ekki hægt að meta það til fjár. And the pain and despair stretches not only for years but decades to come. Og sársökin fer ekki bara yfir ár heldur yfir 10 ára. But as horrific as this war is, En eins hræðilegt þetta stríð it's nothing compared to the first war. Það ekkert í samanburði við fyrsta stríðið. All wars is a direct result of that first war. Öll stríð undanrunnin á þessu fyrsta stríði. And this battle is intensifying, not subsiding. Og þessi barátta bara aukast. This cosmic controversy is best described in the book of Revelation. Og ef þið viljið skoða þessa baráttu alheimsins, þá hægt að lesa hana í Opinberunarbókinni. And to understand the book of Revelation, we must study it in the context of the Old Testament. Og til að skilja Opinberunarbókina, þá þurfum við að rannsaka hana í ljósi Gamla testamentisins. We should study it, the Bible exposing itself, rather than our current opinions. Og við skulum lesa Biblíun og láta hana túlka sig sjálfa, en ekki vera að reyna að koma með okkar eigin skoðanir. Do I believe in the New Testament? Absolutely. Trúi ég á Nýja testamenti? Já. Do I believe in the Old Testament? Without a doubt. Trúi ég á Gamla testamenti? Já. We do not want to be just New Testament Christians. Við viljum ekki bara vera kristni sem trúa einungis á Nýja testamenti. Not just Old Testament Christians. Eða bara Gamla testamenti. We want to be Bible-believing Christians. Við viljum vera kristni sem trúum á Biblíuna. But trying to understand the book of Revelation without the Old Testament is like learning Icelandic without knowing the alphabet. Já, ætlum við að læra Opinberunarbókina og skilja hana án þess að nota Gamla testamenti. Þá eins og læra íslensku án þess að kunna stafrófið. It's an impossibility. Það ekki hægt. So, what is this about? Hvað þetta? Well, when you go to Revelation chapter 12, Ef við förum í Opinberunarbókina 12. kafla, Bible expositors tells us
þá talar postulinn that Revelation chapter 12 það að í Opinberunarbókinni 12, is the climax, þá er það alveg the pinnacle, hápunktur and the summit of the book of Revelation. hápunktur bókarinnar, Opinberunarbókarinnar. We're going to dive into this chapter for an action-packed Bible study. Við ætlum að skoða þetta vel og rannsaka biblíuna í tengslum við þetta. But due to time constraint, En út af því að við erum ekki með það mikinn tíma, we're going to concentrate on 5 important elements found in this chapter. þá ætlum við að einblína á 5 punkta í þessum kafla. And to simplify it, Til að einfalda þetta, it will all begin with the letter W. letter what? W. Já, og til þess að einfalda þetta þá mun allt þetta byrja á tvöfalda vaffi. The first element is the woman. Fyrsti punkturinn er konan. In Bible prophecy, woman represents the people of God. Í, The church. í biblíulegum spádómum þýðir konan fólk Guðs eða kirkju. And notice that in this chapter, in these 2 verses, Takið eftir í þessum fyrstu versum notice what this woman is clothed with. og hvernig er þessi kona klædd. It's clothed with the 3 elements, star, moon, and star, sun, moon, and star. Sólinni, tunglinu og stjörnunum. Notice it says, Takið eftir. woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Konan klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og höfði hennar var kóruna af 12 stjörnum. Now you look at the sun, moon, and stars. What do they do in the solar system? Hvað gerir sólin, tunglið og stjörnurnar í þessu sólarkerfi okkar? What is the function of the sun and the moon and the star? Hvað gerir sólin, tunglið og stjörnurnar? What is the function? To give light. Til að gefa okkur ljós. So here, this woman, this church is clothed with light. Þessi kona er klædd ljósi. It's interesting. God's people will shine with a glorious light. Fólk Guðs mun skína sem ljós. Their character reflects whom they have been serving, whom they've been beholding. Lindisengun þeirra sýnir hverjum þau þjóna. Just like Moses when he was in the pinnacle mount of Sinai, En svo þegar Móses fór upp á Sínai fjall in the presence of God, og var þar í nærveru Guðs he gets down from the mountain, og labba niður á and the fjallinu people knew that he was with God og fólki vissi hann hafði verið because með his Guð. face just lighted up. It was like a light, Philip's light bulb. Af því að andliti var bara eins og ljósapera. Notice, while this woman is naturally beautiful, Og þessi kona er falleg á náttúrulegan hátt. the dragon that is found in Revelation chapter 12 is supernaturally ugly. Drekinn, hann er yfirnáttúrulega ljótur. Notice the verses. Förum í, já, And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður. having 7 heads and 10 horns, Hafði 7 höfuð og 10 horn and 7 crowns og 7 ennisdjást upon his head. á höfðinu. The Bible says in verse 9, and great dragon was cast out, that old serpent, Og í 9. versi stendur og drekanum called mikla the devil, var varpað niður hennum gamla which höggormi deceiveth the whole world. sem heitir djöfull og Satan. So who is this red dragon? Hver er þessi rauði dreki? Who is this beast with 7 heads? Hver er þessi skepna með 7 hausa? Friends, if we allow the Bible to interpret itself, we won't have to worry Við þurfum ekki að hafa áhyggjur ef við leifum biblíuna að túlka sér sjálfa. about incorrect conclusion. Og við munum það ekki komast að rangri The niðurstöðu. Bible identifies it. Biblían er að segja okkur það. This dragon represents Satan. Drekinn er Satan. Revelation 12 is a story of the battle between the power of light versus the power of darkness. Og kapli 12 er baráttan á milli hinnar illu afla við hinn góðu afl. Notice the third element, the war. Og við förum svo yfir í stríðið. In Revelation 12 is the war. Í We encounter a war. kapla 12 var 7, þar sjáum við stríð. This word only occurred twice in the English Bible of Revelation 12. Þetta orð kemur bara fram tvisvarsinnum í ensku biblíunni. Notice what it says here. Sjáu hvað stendur. And there was a war in heaven.
Það var hófst stríð á himni. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan, drekinn barðist og englar hans. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Verse 17. The dragon was angry, was wroth with the woman. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Which Jesú. keep the commandment of God and have the testimony of Jesus. Sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. The war that began celestially will finish and end terrestrially. Og þetta stríð sem hófst á himnum mun ljúka hér á jörðinni. Notice the fourth component Takið eftir fjórða atriðinu in Revelation chapter 12. í 12. kapla The opinberra. weapon. Vopnið. Now you will not find the word weapon in this battle. Nú, þeir munið ekki finna þetta orð vopn í þessari baráttu. But in verse 9, there are three phrases that occurs. Förum við í vers 9, þar sem við sjáum 3 atriði. And that word is cast out, cast out, cast out. Og þarna kemur orðið, varpað niður, varpað niður, What was God's weapon that caused Satan to be cast out? varpað niður. Hvert var vopn Guðs sem gerði það verkum að Satan var varpað niður? What was God's weapon that rendered Satan powerless? Hvert var vopn Guðs sem gerði það verkum að Satan hafði ekkert afl? What is this weapon? Hvert var vopnið? Is this super high-tech, Þetta eitthvað rosalega mikil tækni latest Pentagon og síðasta weapon? vopnið frá Pentagoninu? In verse 11 it says, they overcame him, Satan, by what? Og þeir hafa sigrað hann fyrir hvað? By the blood of the Lamb. Fyrir blóð lambsins. It was no super high-tech stealth technology. Þetta var ekki eitthvað rosa flott stríðstækni. It was not something that earthly could be used. Það var ekkert sem að gat komið af jörðinni sem var notað. How do we overcome him? Hvernig yfirstígum við hann? By the blood of the Lamb. Með blóði lambsins. Because they overcome Satan by the power of Christ. Af því þeir sigruðu Satan með krafti Krists. God's people overcame Satan by the blood of the Lamb. Fólk Guð sigraði Satan fyrir blóð lambsins. So now it becomes clear here Nú verður þetta skýrt. that God will not defeat Satan with sophisticated missile or carnal high-tech weapon. Þannig að nú vitum við það að Guð mun ekki reyna að sigra Satan með einhverjum jarðneskum vopnum, But rather by his weapon, heldur með sínu eigin vopni, the cross of the Sme- Lord Jesus Christ. kross drottins Jesú Krists. And at the cross, Satan was defeated. Á krossinum þá tapaði Satan He was cast out. og honum var The varpað niður. enemy was cast out. Óvinnunum var varpað niður. He had no more entrance to heaven any longer. Nú var engin aðganga fyrir hann inn í heiminin. At the cross, the universe, talk about angelic hosts, made the decision whom they will follow. Þegar að Jesús var á krossinum þá tóku allir englar og herskarar engla ákvörðun það hverjum þeir vildu fylgja. But there's still a little planet En það var ennþá lítil pláneta called Earth sem kölluð jörð that have not made up their mind. sem var ekki búin að taka ákvörðun. Friends, in this Revelation chapter 12 saga, Í sögu opinberunarbókina 12. kapla God has a weapon. þá á Guð vopn. God's people have a weapon that Fólk- is effective in the celestial battle. Og fólk Guðs með vopn sem mjög áhrifaríkt í þessari baráttu. And that weapon, of course, is the cross of the Lord Jesus Christ. Og það kross Jesú Krist drottinn vors. The last element is the winner. Og svo síðasti punkturinn sigurvegarinn. They in the passage is the people of God. Það fólk Guðs. They overcame him by the blood of the Lamb Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins and by the word of their testimony. og fyrir orð vitnisburðar síns. They loved not their lives unto death. Og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. They in the passage is the people of God. Þetta fólk Guðs. The war that began in heaven will be finished in this planet. Stríðið sem hófst á himnum mun ljúka hér á jörðinni. There will be victors.
Það munu vera by sigurvegarar the blood of the Lamb. fyrir blóð lambsins. The cross we too can use to be Krossin, victor in this battle. krossin sem við öll getum notað í þessari baráttu. Winners that are not only male but female too. Sigrar sem eru bæði fyrir karla og konur, Young and old. ungir og gamlir. Winners from Venezuela. Sigurvegarar frá Venezuela, Winners from Bulgaria. sigurvegarar frá Búlgaríu, Winners from Belgium. sigurvegarar frá Belgíu, From the United States, from Poland, frá Bandaríkjunum, from Pólandi, Ukraine, Úkraínu, from the Philippines, frá from Filippseyjum, China. And I'd Kína. like to add winners that will come from right here in Iceland. Og það munu koma sigurvegarar frá Íslandi líka. Friends, there will be winners in this battle. Kæru vinir, það munu vera sigurvegarar í þessari baráttu. All books of the Bible meet and end in Revelation. Allar bækur biblíunar hittast í opinberunarbókinu og enda þar. We're therefore going to spend the next 20 minutes to go further into this battle. Og við ætlum að verja nokkrum myndum í að fara aðeins inn í þessa How it baráttu. started and how it will finally end. Hvernig hún byrjaði og hvernig henni mun ljúka. And to begin this journey, let's go to the book of Genesis. Og til að hefja þetta ferðalag skulum við fara í fyrstu Mósebók. I want you to notice with me. Ég vil að þið taki eftir The því. last two chapters of the Bible, Revelation chapter 21 and 22, perfect world. Síðustu kaplar opinberunarbókarinnar, 21. og 22. New Jerusalem, Þar fullkomin heimur, Eden restored. Eden komin aftur og nýja Jerúsalem. The first two chapters of the Bible, Og fyrstu tveir kaplar biblíunar, Genesis chapter 1 and 2, fyrsta Mósebók 1 og 2, perfect world, fullkomin heimur, perfect Eden. fullkomin Eden, From Genesis chapter 3 frá þriðja kapla fyrstu and Mósebókar Revelation chapter 19 og til 19. kapla is opinberunarbókarinnar. simply God chasing man. Og það Guð að eltast mannin. You and I are in that chase. Og við erum þarna í þessum eltingaleik. God trying to do what he's trying to do to save mankind, you and me. Þetta sem Guð er að reyna að gera, hann er að reyna að frelsa okkur. The greatest battle that began in Genesis 3 Hinn mikla barátta sem hófst í þriðju kapla fyrstu Mósebókar and the last battle is fought in Revelation 19. og síðasta baráttan er háð í 19. kapla opinberunarbókarinnar. Genesis chapter 3. Notice what the word of God tells us here. Fyrsta Mósebók, kaplið 3, And we will discover that there is 6 episodes in this battle. og þarna eru 6 svona tímabil í þessari baráttu That began as a cosmic battle and will be finished terrestrially. sem hófst fyrst sem bara í alheimsbarátta sem mun ljúka svo hér á jörðinni. In Genesis chapter 3, we find the victory is declared. Við sjáum í þriðja kapla fyrsta Mósebókar að þar er yfirlýstur sigur. In this chapter, we find this declaration of victory. Og þar í þessum kapla sjáum við yfirlýsingu sigurs. Remember what happens in Genesis chapter 3. Munið þið hvað gerist í kapla 3? The Bible tells us. Biblían segir okkur frá því. If you don't mind, I'd like to turn there. Ég ætla aðeins að fletta þar upp. Notice what it says in Genesis chapter 3. Sjáum þið þarna í fyrstu Mósebók þriðja kapla And the Bible says, og Biblían segir: Now the serpent was more subtle than any beast in the field which the Lord God hath made. Höggormurinn var slægar en öllunum dýrmerkurinnar sem drottin Guð hafði gjört. And he said unto the woman, Og hann mælti við konuna: Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? And the woman said unto the serpent, Þá sagði konan við We höggorminn: may eat of the fruit of the trees of the garden. Af ávöxtum trjánna í aldingarðinum megum við eta. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, En á ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall she touch it, lest ye die. sagði Guð, megið þið ekki eta af og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. The moment the serpent heard the overstatement here of Eve, he knew he got her.
Þegar að höggormurinn heyriði þetta sem hún Eva sagði, hún var dálítið ykt, að þá var hann búinn að ná henni. Because there was no reference in the Bible about touch. Af því að það hafði aldrei verið minnst neitt á það að snerta It ávexti. was just eating in the previous chapter. Það var bara verið að tala að borða So ávexti. imagine with me, put your sanctified imagination on. Nú skulum þið hugsa aðeins á andlegan hátt. Here the serpent is in the tree, Hér höggormurinn í trénu, listening to Eve. hlustandi á Evu. Neither eat, touch or eat and touch. Eva segir, má ekki borða og ekki snerta. Notice the statement of the serpent in verse 4. Og hvað segir þá höggormurinn í 4. versi? And the serpent said unto the woman, Þá sagði höggormurinn við konuna, imagine the fruit ímyndið ykkur ávexti and the serpent, og höggorminn. and the serpent hovering around touching the fruit. Og höggormurinn að snerta ávextin. Say that, I don't want to say I'm the serpent. Say that this is a fruit Og segjandi, þetta ávexturinn and the serpent is here. og hér höggormurinn. And the serpent says, you shall not surely die. Vissulega munu þið ekki deyja, That's interesting, right? sagði hann. Þetta áhugavert. The Bible tells us Biblían segir in verse 5, í versi 5, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. So when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. En konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðleiks, Here þá the- tók hún af ávexti þess og át og hún gaf einnig manni sínum sem með henni var og hann át. Here the woman trusted her sight Og þarna treysti konan sjónum sinni, and not the word of God. en ekki orði Guðs. How is it with us? Hvernig það með okkur í dag? How do we often do that? Trusting in what we see rather than what the word of God says. Treystandi það sem við sjáum en ekki því sem orði Guðs segir. And not only that, you see what happened? The Sure. moment she ate of it, Og sjáu hvað gerðist leið og hún borðaði, she ran to her husband with her arms full of fruit. hljóp múti mannsins með ávextin. Notice, don't tell me that you are not an influencer. Og ekki segja það konur að þið hafi ekki áhrif. We are born influencer. Við erum fædd til að hafa áhrif á annað fólk. The natural reaction is when there's something pleasurable, there's something good, we go and share it with others. Þannig að þegar að það eitthvað gott í lífi okkar þá förum við og deilum því með öðrum. And here, the woman Og þannig konan saw the fruit, sá ávextin, ate it, borðaði það and the first thing she did og það fyrsta sem hún is gerði var run to her husband. að hlaupa til mannsins. Friends, Kæru vinir, the Bible tells us, Biblan segir okkur, then the eyes of both of them were opened, þá lukust upp augu þeirra beggja and they knew that they were naked. og þau eru þess vör að þau voru nakin And so they sewed fig leaves together and made themselves covering. og þau festu saman fíkjuviðarblöð og gjörðu sér mittiskýlur. After participating in this thing, all of a sudden, they've discovered that the glory of God no longer covers them. Þannig að eftir að hafa gert þetta þá uppgötvuðu að dýr Guðs var ekki lengur að hylja þau. All of a sudden, they're naked. Ó nei, nú voru þau nakin, They're shy. nú voru þau feimin They had these rushes of negative emotions. og fengu neikvæðar tilfinningar yfir sig. And in order to cover themselves, they couldn't find anything else. So they went to the leaves that are present before them, sewed them up, and did the coverings of the unmentionables. Og þau fóru og saumuðu saman lauf sem þau sáu þarna til þess að hylja sig. Verse 8 is tragic. Og 8. versið sorglegt. The Bible tells us they heard the voice of God in the cool of the day. En þau heyrðu til drottins Guðs sem var á gangi í aldingarðinum. And you know what happens normally? Vitið hvað gerist venjulega? When God would arrive in the Garden of Eden, Þegar að Guð kom í aldingarðin. before this event took place, Áður en þetta gerðist. God would arrive and his children, Adam and Eve, would both be running to him. Guð mætti og börn hans Adam og Eva hlupu til hans. You know, in the Philippines, we have dogs.
Á Filippseyjum erum við með hunda. And I'm telling you, the moment that gate opens Þegar að hliðið opnast heima hjá okkur, into the farm, those dogs they run þá koma hundarnir hlaupandi. joyfully, tail waggling. It's Og like a wiper of a car. It Og waggles as they run. dilla skottinu And they're all coming. og þeir eru allar að koma. But you know when they've done something wrong, En þið viti hvenær þeir hafa gert eitthvað af sér. they're nowhere to be found, Þá getur maður bara hvergi fundið það. hiding somewhere. Felandi sig When ykkur. they have ate a chicken that they're not supposed to eat. Þeir eru búin að borða kannski kjúkling sem þeir mátt ekki borða. When they have broken into the dog food room. Eða farið og fengið sér hundamat í leyfisleysi. Even dogs are hiding. Meira segja hundar fela sig þegar þeir skammast sín. So what had taken place here? Og hvað að gerast hér? They were hiding from God. Þeir voru að fela sig fyrir Guði. The Bible says, and Adam and Eve Adam og Eva hid themselves from the presence of God földu sig fyrir Guði amongst the trees of the garden. á meðal trjánna í garðinum. Something different took place. Eitthvað annað var að gerast hér. Something had happened. Eitthvað hafði gerst. Before they used to run to God, Áður hlupuðu til Guðs. now they're hiding from God. Nú voru þau að fela sig fyrir Guði. You know how it is when we have wronged somebody or somebody wronged us? Vitið hvernig þetta er ef við höfum gert einhverjum skaða eða einhver annar hefur skadað mann sjálfan? Are they bubbling to hug you and greet you? Or are you bubbling to hug? No. Fólk hlakkar það mikið til að faðmast? Oh, in church sometimes, oh, maybe you go to the kitchen. Kannski í kirkju þá fyrir bara beint inn í eldhús. Maybe you go to the toilet. Eða bara inn á klósett. Right? Naturally, that's our natural response. Þetta er svona eðlileg viðbrögð. It's called avoidance. Það þýðir að forðast. Notice what the Bible says. Takið eftir hvað Biblían segir. In Genesis chapter 3, 9 to 11. Í 9. til 11. versi 3. kafla. The Bible says, Genesis 3, 9 to 11. And the Lord called unto Adam and said unto him, Where art thou? Drottinn Guð kallaði manninn og sagði við hann, hvar ertu? And he said, I have heard thy voice in the garden and I was afraid. Hann svaraði, ég heyrði til þinn í aldingarðinum og var hræddur. Because I was naked and I hid myself. Af því ég var nakin og ég faldi mig. Verse 11 says, Who told you? Who said you're naked? En hann mælti, hver hefur sagt þér að þú eri nakin? Hast thou eaten of the tree whereof I command thee that thou should not eat? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? And the man said, The woman whom thou gavest me. Þá svaraði maðurinn, konan sem þú gafst mér. She gave me of the tree and I did eat. Hún gaf mér af trénu og ég át. Notice what had taken place. Hvað var að gerast hérna? This is where the blaming game began. Hérna byrjaði fólk að saka hvort annaðum. And friends, it continues in our homes today. Og þetta er enn þann dag í dag að gerast á heimilum okkar. The first reaction, it was the woman. Fyrsta viðbrögð, það var konan. God goes to the woman. The woman, it was the serpent. Og konan sagði, það var höggormurinn. You know what? Adam says, the woman you gave me. Og Adam segir, konan sem þú gafst mér. It's not really my fault. Var það mér að kenna? After all, it was you who gave me the woman. En það varst þú sem gafst mér þessa konu. So who is Adam blaming? Hverjum er Adam að kenna? Guði. Don't we do the same today? Gerum við þetta ekki líka í dag? Nothing new under the sun. Það er ekkert nýtt undir sólinni. But the Bible tells us, Og Biblían svarar í 15. versi. God did not ask the serpent a question. Guð spurði ekki höggorminn spurningar. Instead, he preached a sermon. Hann fór bara með ræðu. This is where the victory is declared. Og hér er hann að gefa yfirlýsingu sigur yfir honum. Genesis chapter 3:15 says, And I will put enmity. Og fjandskap vil ég setja. I will put hatred. Fjandskap. That's enmity. Between thee and the woman. Milli þín og konunnar. And between thy seed. Milli þín sæðis And her seed. og hennar And it sæðis. shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. You see, before God there were three individuals. Guð var, Before him were three individuals. já, frammi fyrir Guði voru þarna 3 einstaklingar. Adam, Adam, Eve, Eva, and they gave lame excuses.
Og þau gáfu lélegar afsakanir And then he turns into the serpent og svo snýr hann sér að höggorminum and he preaches this sermon. og hann predikar þessa ræðu. And what God is simply saying, Það sem Guð er einfallega að segja, Satan, it seems like you have won the day. Satan, það virðist vera að þú sért búin að vinna. It seems like my beautiful children have subscribed Það virðist vera sem fallegu to börnin your mín lies. séu bara búin að gerast It seems áskrifendur. like you're friends now. Þannig eins og þau séu áskrifendur að líginni But I'm þinni telling you, Satan, og þau séu vinir þínir. this is temporary. En kæri Satan, þetta er sko tímabundið. There is going to be hatred between you and the woman, Það mun eiga sér stað fjandskapur milli þín og konunnar. and between thy seed and her seed. Milli þín sæðis og hennar sæðis. It shall bruise thy head, Það- and thou shalt bruise his heel. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Friends, Kæru vinir, here you see the declaration of victory. hér sjáu þið yfirlýsingu sigursins. It looks like you're going to have a good time with my children. Það lítur út fyrir það að þú muni skemmta þig vel með börnunum mínum, The three of you. þið þrjú þarna. But I have a plan in place. En ég kom með áform And in my plan, og í þessu áformi I'm going to show my children how to have hatred towards you. mun ég kenja börnum mínum að hata þig. And that enmity, that hatred Og þessi fjandskapur will come mun eiga sér stað because of my son, fyrir son minn, through my son. í gegnum hann. What God is saying here, Það sem Guð er að segja hér you may have won the day, er að það getur verið að þú hafir unnið þetta but you have skipti. not won this war. En þú ert ekki búin að vinna þetta stríð. Second, in this episode battle is the victory begun. Og sigurinn hefst, það er annað atriðið, annað stigið í þessari baráttu. The Bible tells us sorry, I just skipped one. In Luke chapter 11, 14 to 20, Lúkas 11, 14-20 kemur fram. the Bible is saying, yes, Og þá segir Biblían, já, the promise of Jesus loforðið Jesú, is going to fulfill that. það mun uppfylla þetta. What is Jesus going to come and do? Hvað er Jesús að fara að gera? Jesus is going to come and reclaim that was his. Jesús er að koma og endurheimta það sem tilheyrði honum. He walked this earth, Hann gekk á þessari jörðu healing, að læknandi ministering, og með umhyggju, setting the captives free, leysa fólk úr fjötrum bringing them back to his fold. og leiða fólk aftur í sína hjörð. The third component, the victory is achieved. Og þriðja atrið er að sigurinn er unnin. Notice what the Bible says in verse 31 of John. Förum í 12. kafla Jónasar Guðspjalls Now og is the 30. judgment of this world. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Now shall the prince of this world be cast out. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. And if I be lifted up from the earth, Og þegar ég er hafin upp frá jörðu, will draw all men unto him. mun ég draga alla til mín. Again, this is of course speaking of the cross. Hér er verið að tala krossin. When Jesus is lifted up high, all men will be drawn to him. Þegar Jesús er lyft upp, þá dregur það alla menn til Be drawn to hans. the cross away from Satan. Og þá dregst fólk til krossins og frá Satan. At the cross, Satan lost much of his territory. Þegar að krossin var, þá misti Satan sitt yfirráðasvæði. You see, when you are drawn to Jesus, Þegar þú dregst að Jesú, you are drawn away from þá Satan. dregstu frá Satan. I remember when I was young, Þegar ég var ungur, we would play basketball in the yard, þá vorum við að spila stundu körfubolta and it was somebody else's yard. í garði einhvers annars. And the neighbor of this house Og nágrannið þessa hús has a washing line, clothes line. var með svona snúru, þvottasnúru, And on this line is a chain og á þessari línu var keðja attached to a dog. og þessi keðja var tengd við hund. And this dog was called Dragon Og hundurinn var kallaður dreki, because he behaved like a dragon. af því að hann hegðaði sér eins og dreki. That dog will maul you. Og hundurinn myndi bara borða mann í bita. And we would play basketball in the yard, close to Dragon. En við vorum að spila körfubolta nálægt þessum hundi. Dragon would be there, like stretching that leash.
Og hundurinn half in the air, var alveg tilbúin til with þess a face. tilbúin að ráðast á okkur og var fastur þó við keðjuna. And I remember when we were young, Og ég man þegar við vorum we would ungir, go right before that dog. við vorum alveg fyrir fram að We knew hundin. exactly how far this dog can be near us. Við vissum hvað keðjan var löng And we go, "Arr," and he would go, "Arr." og við urðum á móti. And there would be this much distance between us and the dog. Og þetta var bilið á milli okkar og hundsins. But as long as we are not on dragon's ground, we are safe. En á meðan við vorum ekki á yfirráðasvæði drekans, þá vorum við alveg örugg. Sometimes the ball will roll over, En stundum fór boltinn yfir til and we hunds. would try to trick the dog. Þá vorum við að reyna að plata hundin. Someone would run to one end, Eitt hljóp yfir á einn the endan other one would run to that end, og hinn á hinn endan and try to get this dog going. og reyna að fá hundin eitthvað annað. The So- first instance, the dog gets confused. Og þá var það ringlaður But hundurinn, this dog is a fast learner. en hann var fljótur að læra. And I got mauled on my arm because I thought that dog was confused. Já, og hundurinn náði að býta mig í handlegginn vegna Somebody þess ran there, að ég hélt að hann and the myndi, dog jumped and then went back because he knew that I was going to run for the ball. já, þannig að vinur hans hljóp þangað og meðan ég fór hann í boltana þá sneri hundurinn við og vissi að það var að vera platan og réðast á mig. If I am in his ground, I'm toast. Og ef að ég var á hans yfirráðasvæði þá var ég búin að vera. Here's the fourth episode. Og in hér this er battle. fjórði hluti í þessu The victory is proclaimed. og þá er yfirlýsing sigurs. The Bible says in Acts chapter 21 and 22, Förum í annan kafla Apostolasögunnar. "And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." Acts 2:22. Yes, 21 and 22. Já, en hver sá sem ákalla nafn Drottins mun frelsast. "And ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as yourselves also know." Ísraelsmenn, heyrið þessi orð. Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum, undrum og táknum, Guð lét hann gjöra meðal yðar eins og þér sjálfu vitið. In this verse of scripture, Peter preaches the resurrection. Hérna er Pétur að predika upprisu hans The Bible tells us og Biblían segir that it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord, it shall be saved. að hver sá sem ákalla nafn Drottins mun frelsast. Now think with me. Hugsiði aðeins með mér. Whoever, Hver sá, that whoever is anyone. hver sá, It doesn't choose the background, það er ekki verið að velja bakgrunn doesn't fólks, choose your socio-economic status. ekki verið að fara eftir því hver fjárhagur fólks Whoever er. is in need of Christ and call on his name Bara sá sem að þarfnast hans og kallar á nafn hans shall be saved. mun frelsast. And friends, this is the reason why we hold meetings like this. Og vinir, þess vegna erum við með svona fyrirlestra. Such people will see Svo fólk sjáu who Jesus is, hver Jesús er, what he has done, hvað hann hefur what gert, he continues to do. hvað hann er að gera. And in response to that, Og svörun við in þessu, response to the written word and the living word, Jesus Christ, svörun við þessu lifandi orði sem er Jesús Kristur, they may call on him að þeir geti þá ákallað hann and be saved. og frelsast. No. Here, the victory is going to be continued. Og hér kemur fram að sigurinn mun halda áfram. Notice what it says in verse 15. Förum hérna í 26:15. This, and I said, "Who art thou, Lord?" En ég sagði, hver ert þú, Herra? And he said, "I am Jesus whom thou persecutest." Og Drottinn sagði, ég er Jesús sem þú afsækir. Jesus here speaks to Paul Jesús er að tala við Pál on his way to Damascus. á leiðinni til Damaskus. Paul was there to persecute the saints, the Paul- Christians. Pál var að fara að afsækja And he has an encounter with Jesus. hina kristni og hann hittir Jesú. He falls off the horse Hann dettur af because of hestinum a bright light. út af ljósinu
And then there's this conversation. Og svo á sér stað samtal. Who art thou, Lord? Hver ert þú, drottinn? I am Jesus, whom you persecute. Ég er Jesús sem þú ert að ofsækja. That's interesting. Þetta er áhugavert. Because Paul is there to persecute the Christians. Páll er þarna að ofsækja hérna kristni. But when people are persecuting the Christians, En þegar fólk er að ofsækja hérna kristni, they're not persecuting, they're persecuting Jesus. þá eru þeir að ofsækja Jesú. So friends, we may sometimes feel because we're Christians, we're persecuted. Stundum finnst okkur sem kristnum að það sé verið að ofsækja okkur. But in the process of persecuting us, En þegar verið er að ofsækja okkur, Jesus is the one who's the first persecuted. þá er það Jesús sem er í rauninni verið að ofsækja. But says, rise and stand up on thy feet. Og þá kemur fram í 16. For I have versi. appeared unto thee for this purpose, Rís nú upp og start á to make a fætur minister and a witness, both of these things which thou hast seen. til þess birtist ég þér að ég vel þig til þess að vera þjónn minn og vitni þess að þú hefur séð mig bæði nú og síðar ég mun birtast And þér. the things which I will appear unto thee. Ég mun birtast þér. Last month I was in Australia, Í síðasta mánuði var ég í Ástralíu and I had the blessed privilege to preach at Monash University. og það var mjög mikil blessun að fá að predika at where? At Monash University. It's a Háskólanum, secular university. háskólanum í Monash. And Friday night, Á föstudagskvöldinu there were these one student þar var einn nemandi, walked in gekk inn thinking, where am I? og hann sagði, hvar er ég? And somebody invited him to come and join us. Einhver bauð honum að koma og vera með. And so he sat there. He was looking for something else, but I do believe that God led him there. Hann settist niður, hann var að leita ykkur öðru en ég held að Guð hafi leitt hann þarna inn. And he listened Og hann hlustaði and enjoyed the message. og naut fyrirlestarins. His faith increased in response to hearing the word of God. Trúin hans jókst við það að heyra orð Guðs. On the same day, Á sama degi, somebody invited somebody else, það var einhver sem að bauð einhverjum öðrum, another young person. öðrum Well, einstaklingi, it's in his 20s. einhverjum ungum einstaklingi á 30-aldri And so he has been putting this off. og hann var alltaf að hætta við, But somehow he had to give somebody a ride. en einhvern tíma þurfti hann að skuttla einhverjum And because of that ride, og út af því he was obliged to come. þá þurfti hann líka, fannst hann að þurfti að koma líka með. And he sat at the lecture hall. Og hann satt þarna í fyrirlestrasalnum, People talked to him, welcomed him, fólki tók vel á mót honum and asked him, so what is he studying? og hann var spurði hvað hann var And að he said, I'm læra. not a student any longer. Ég er ekki nemi lengur Says, það. what do you do? Hvað gerur? I'm a businessman. Ég er í viðskiptum So the meeting began og fyrirlesturinn byrjaði that Friday night, föstudagskvöldið and he came on the Sabbath morning, og svo Saturday morning, kom hann þarna á hvíldardagsmorgun again, listened to the presentation, og hlustaði aftur á fyrirlesturinn and then I made an appeal. og svo gerði ég ákall. You have heard the voice of God speak to you. Þú ert búin að heyra rödd Guðs tala við þig. Will you surrender your heart to Jesus this morning? Vilt þú gefa Jesú hjarta þitt núna í dag? And lo and behold, this young man stood up and came. Og svo bara stóð þessi ungi maður upp og kom. He had tears in his eyes, Hann var með tárin í augunum and afterwards he disappeared. Og We eftir- prayed for him. He disappeared. Við báðum fyrir honum, hann fór svo And some of our young people there, and Or- also a good friend of ours, Pastor Torres and I, Mrs. Torres also know him, John Kiterski, followed him up. og sumir sem voru þarna fóru og fylgdu honum Last week, og last Sabbath, Saturday, he was baptized. núna síðastlegin hvíldardag þá skýrðist hann And he gave his testimony. og hann gaf líka vitnisburð sinn. He was not a businessman. Hann var ekkert í viðskiptum, He was a drug dealer. hann var að selja eiturlyf. And he said that weekend changed his life. Þessa helgi breyttist líf hans. Because it's the only weekend Því þetta er eina helgin when his phone stopped ringing. var þegar að sími hans hætti að hringja. No one Það var engin ordering að what he panta. has to offer. Það var engin að panta það sem hann hafði upp á að bjóða. And he said, this is something supernatural. Þetta er eitthvað It has yfirnáttúrulegt. never happened before. Þetta hefur aldrei gerst áður. And because of what he discovered on that weekend, Og vegna þess sem að hann uppgötvaði he þessa helgi, became excited about
Christ. var hann spenntur Krist. He became excited at his new faith. Hann var mjög spenntur yfir nýju trúnni sem hann And I hafði am fengið. told, just last week as I was flying here Og síðustu viku þegar ég var að fljúga hingað, by John, and he told me, man, this guy is just sharing Christ everywhere. og þá sagði hann að þessi maður, hann að deila Kristi út allt. Friends, the Okay. victory is continued. Kæru vinir, baráttan, hún, Victory that is only found in Jesus. sigurinn, hann heldur áfram. Victory that no other man can get anywhere else but in Þessi, Christ. þessi sigur sem engi getur fundið neins þar annars þar en í Kristi. Last but not least, the victory is concluded. Og svo förum við í það síðasta punktin og það að þessum sigri, hann bara fær loka punktin. Revelation chapter 20, verse 10. Förum í Opinberarbók 20. kapla og 10. And the vers. devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, Og djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í díkið where the beast and false prophets are, elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsspámaðurinn. and shall be tormented day and night Og forever. þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldrei alda. Friends, Kæru vinir, many people think that Christian life is all about battles and paddling against the storm. margir halda að það að vera kristin eins og verið endalausri baráttu og róa á móti straumi. The more I get to know my Savior, Því með meira sem ég kynnist Jesú, the more I realize, því með meira skil ég. yes, we have battles to fight. Jú, það eru baráttu sem maður þarf að berast við. But what I'm realizing more is this. En það sem ég að uppgöta alltaf meira og meira It's more of a surrender. þetta eins og bara, maður þarf bara að gefast honum. Because Jesus has already taken care of the battle for us. Því Jesús nú þegar búinn að berjast baráttunni fyrir okkur. When I was young Þegar ég var ungur and new in the United Kingdom, og ég var nýr þarna í Bretlandi, I enjoyed basketball because I grew up with basketball in the Philippines. mér var gaman að spila körfubolta því ég ólst upp við það á Filippseyjum. I enjoyed and excelled in tennis. Mér var gaman að spila tennis My brother and I even played at Wimbledon. og ég og bróðir mér spiluðum mér sér á Wimbledon leikunum. I enjoyed chess, Mér var gaman að spila bara teflaskák played for the school chess team. og ég var að spila jafnvel fyrir liðið í skólanum. I enjoyed lacrosse. What? Lacrosse. Já, It's a og sport. lacrosse, þetta einhvers konar íþrótt sem maður kastar einhverjum bolta Soccer. og líka fótbolta. But there's one game that I hated. En eitt sem mér fannst mjög leiðilegt, It's not cricket, þetta ekki cricket, it's rugby. það rugbyboltinn. I am small, Ég mjög lítill, was small, ég var lítill and was skinny. og Skin and bone. mjög grannur. And imagine a skinny little boy Og hugsið ykkur lítinn running grannan, around the field, the Lít- shortest of all, with a rugby ball. hugsið ykkur lítinn grannan dreng hlaupandi yfir túnið með hennar bolta. You guessed it right. They're all on top of you. Þá eru allir ofan á manni. So I have one rule when I play rugby. Þannig að ég hef eina reglu þegar ég að spila hennar leik, Run for your life. hlauptu eins hratt og þú getur. I was in this rugby team, Ég var í þessu liði, class team, what? in our class, Já, í because we had to play rugby. já, við þurftum að spila þetta í bekknum. And I ran, just ran, avoided the ball. Og ég hljóp bara og reyndi að koma mér hjá þessum bolta. You know, rugby passes backwards, not like American football foul, it's backwards pass. Og rugbyboltinn hann alltaf sendur aftur fyrir og aftur fyrir. So if you run ahead of the ball, you will never get the ball. Þannig að ef maður hlaupir fyrir fram að boltan þá fær maður hann aldrei. I did that Og það var það sem ég gerði, all the time. alltaf. We lost all the time. Við töpuðum alltaf. And then during the course of the weeks, I was moved from one class to another class, Og svo yfir þetta tímabil þá var ég fluttur yfir annar bekk another rugby team. og þá var ég komin yfir í Another class. annar rugbylið I did the same thing. og þá bara gerði ég það sama. Run ahead of the ball. Hljóp bara undan boltanum. I cooperated with the team, Og ég vann með but I liðinu. was ahead of the ball. Ég var alltaf undan boltanum. And we won, Og við and unnum, we won, og við unnum, and we won. og við unnum. What's the difference? Hver var munurinn? I just joined the winning team. Ég var bara í vinningsliðinu. I just joined the winning team. Ég fór bara í vinningsliði. The question is, Spurningin Jesus has already taken care of the battle.
Jésús nú þegar búinn að vinna að sigra þetta. Your job and my job Þitt starf og mitt hlutverk og þitt hlutverk is to surrender. Bara að gefast honum. The question is, Spurningin have I surrendered? ég búinn að to gefast Jesus? honum? Have I surrendered every fiber of my being to Jesus? Ég búinn að gefast drottni algjörlega? Have I surrendered that which I struggle with, that addiction, whatever that may be, Ég búinn að gefa honum allt það sem ég að berjast við to Jesus? til Jesú? Remember, Munið, He has taken care of the battle. hann búinn að sigra þetta Our stríð. job is to surrender. Og okkar bara að gefast honum. Let Him do the work that He needs to do in us and through us. Leyfðu honum að gera verki sem hann þarf að gera í þér. Run with Him. Hlauptu með honum. Run with Him Hlauptu með honum. this evening. Núna, í kvöld. Is there anything that you want to surrender to Er God eitthvað sem þú vilt gefa Right here. Guði í dag? right now? Núna. Ask yourself, Spurjið ykkur sjálf. Lord, what is it Drottinn, hvað það that hinders me? sem að hindra mig? Whatever that is, Hvað sem það surrender it to God tonight. gefðu þá Guði í dag. Is there anyone here Einhver hér í dag who wants to say, Lord, sem vil segja, Drottinn, I want to surrender ég vil gefast þér every fiber of my being? og gefa þér allt sem í mér If that is you, Ef það þú, I invite you to stand in your feet and we will pray. þá vil biðja þig að standa á fætur Every fiber of my being. og ég vil biðja fyrir þér. If that is you, I invite you to stand where you are. Og þá ætla ég að bjóða ykkur að standa á fætur. Amen. 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 Maybe there's another person here who Kannski has a struggle. einhver annar sem að berjast í bökkum. Lord, I want to give this struggle to you. Ég vil gefa þér, Drottinn, þessa baráttu. It's hindering me from being the man and woman God called me to be. Það að hindra mig frá því að vera það sem þú kallar It's mig að vera. hindering me from making the best decision that you're asking at these meetings. Það að hindra mig frá því að taka bestu ákvörðun lífs míns. I want to give it to you tonight. Ég vil gefa þér þetta í dag. If that is you, Ef að það I þú, invite you to stand where you are. We will þá pray. biðja þig að standa það sem þú ert. Last but not least, En síðast en ekki síst, is there a specific struggle eitthvað sérstakt sem þú ert að berjast við? in your decision-making process to accept Jesus Í þessari ákvörðunartöku að þú taki við Jesú. that hinders you? Eitthvað sem að hindra þig. Lord, I want to give my life to you. Drottinn, ég vil gefa þér líf mitt. I want to be baptized. Ég vil vera skírður. But there's something in my life I need to give you first. En það eitthvað í lífi mínu sem ég vil samt gefa fyrst til því. A hindrance. Eitthvað hindrun, If that is you, ef það þú, I'm going to kneel right here. þá ætla ég að fara hér á hnén. And you can come and stand with me or kneel with me. Að þá þið geti komið hér og staðið með mér eða And we will pray. kropið og ég bið. If the word of God has spoken to you, if you heard the voice of God this day, Ef þú hefur heyrt orð Guðs í dag, harden not your heart. tala til þín, herðið ekki hjarta ykkar. Right here, I invite you to kneel with me or stand with me and we will pray. Ég bið ykkur að koma hér og krjúpa með mér eða standa með mér og við skulum biðja saman. Something that is hindering you Eitthvað að hindra þig from making a decision fully for Jesus. frá því að taka ákvörðun að vera tilheyra Jesú? You want to give that hindering factor, hindering element to Him. Vilt þú gefa honum þetta sem að hindra ykkur? Come. Hindra þig? Komdu þá And we will pray. og munum við biðja fyrir þér. Is there one? Það eitthvað hér inni? Is there one? Eitthvað hér inni Something that is hindering you sem að með einhverja hindrun and you want to give that hindrance to Jesus. og þú vilt gefa þessa hindrun til Jesú. Father in heaven, Kæri Faðir á himnum, we come before your throne. við komum fram fyrir þitt hásæti And again, we want to thank you and praise you.
Og við þökkum þér og við lofum þig. that the battle that began in heaven Að baráttan sem hófst á himnum will soon be finished here on earth. mun mjög brátt ljúka hér á jörðinni. Father, each and every one of us are caught in that battle. Faðir, við erum öll í þessari baráttu. And this evening, Og hér í kvöld we stand before your presence. stöndum við hér frammi fyrir þér. We come before your throne Við komum fram fyrir þitt and hásæti we surrender every fiber of our being to you, Lord. og við gefum þér allt í okkur. We surrender our hindrances, Og við gefum þér allt sem hindrar okkur. the things that hinder us from giving every cell in our body to you. Sem hindrar okkur frá því að gefa þér allt. Father, Kæri Faðir, thank you ég þakka þér that your people responded to you this evening. að fólk svaraði þér í dag. Please pour out your spirit upon them, Ég bið þig að úthella þínum heilaga anda. that they will leave this place Að þetta fólk fari hérðan, knowing they had an encounter with Jesus, vitandi það að þau mættu þér hér. that they heard the voice of heaven speak to their Að hearts. þau heyrðu rödd himinsins tala til þeirra. Encamp your angels around them. Og vilt þú setja englana í Keep kringum? them close to you Viltu halda þeim nærri þér? and bring them back tomorrow Og viltu leiða þau hingað aftur á to morgun hear more of you. til að heyra meira þig? We thank you and praise you. Þakka þér og ég lofa You've þig. heard our prayers, Ég heyra bænir. not because we deserve it, Ekki af því að við eigum það skilið, but for the sake of Christ. heldur fyrir Jésu Krist. And in his name we pray. Og við byggjum þess í hans nafni. Amen. Amen. Þá þökkum við Jan Harry kærlega fyrir We want to thank John Harry for his message. og ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Thank you for coming here. Og eins og Jan Harry sagði þá hlökkum við til að sjá okkur aftur hér á morgun klukkan 7 We anticipate seeing you here tomorrow at 7 o'clock. og já, og svo það er þriðjudagur í dag, ekki? Það er þriðjudagur, miðvikudagur. Og svo þá ekki fyrirlestur á fimmtudagskvöldið. There's no lecture on the Thursday. Þannig að ég laka til að sjá okkur annað kvöld og bið ykkur bara góða nótt. And may you have a good night sleep.